Og það sem við ætlum að fara í dag fjárhagsáætlun, svona fyrsti hluti, uppsetning á áætluninni og rammaáætlun. Og svo ætlum við að taka fyrir eitt flýtilykil, lykilinn F4 sem til að bora sig niður ef maður í valmynd. Við byrjum hér á uppsetningu fjárhagsáætlunar og ég ætla bara að skipta og vera með Navision. Það þá undir deildum og fjárhagsáætlanir og uppsetningu. Og ég með uppsetningu og ég miða við að ég sé gera fyrir árið 2016 þar sem ég ekki með nýrri gögn í grunninum og vil ég 2016, það semst bara fyrst að stofna þetta og áætlun til grundvallar þá viðauka áætlunin 2015. Sjáum þetta betur ef við opnum gluggann. Og svo hægt að líka vera með uppgjör sem þá sótt úr uppgjörskerfinu. Til dæmis væri það kannski endurskoðað uppgjör 2015 ef maður að vinna fyrir 2016. Afmarkanir svo fyrir við afmarkanir á handbæru fé, setja inn fjárhagslyklana þar, millifærslu og gjaldalykla og eins millifærslu tekjulykla. Þetta eru lyklar fyrir innri færslur, vera að færa eitthvað kostnað, fastar greiðslur á milli fyrirtækja, einhverju nota innri leiguna þarna, setja hana og þá þarf að skilgreina bæði gjaldaliklana og tekjuliklana. Framkvæmdalykla afmörkun, það eru þá 11.000 lyklarnir, þar sem úr eignasjóð og svo sem hafnasjóð og fleirum. Vinnusvæði, vinnubækur og vinnusvæði. Þetta skráarslóð fyrir vinnubækur. Og líka þeir að vera að vinna þeir eru gerðar fyrst og svo þar sem eru afgreiddar, það þurfa að vera 2 slóðir. Ritvarðir fjárhagslyklar. Þegar vinnubækur eru sendar til forstöðumanna þá kannski einhverjir lyklar sem við viljum að sé ekki hægt að skrifa onni, eins og kannski launalyklar, tryggingar, eitthvað sem búið að áætla áður, að þá eru þeir settir og vera hægt að bæta við. Þannig eru launalyklar þeirra markaðir og vera hægt að bæta kannski við tryggingalykli. Og ef haka við aðeins óritvarða lykla, þá ritvarðu lyklunum sleppt í vinnubókum. Annars koma þeir til upplýsinga og ef einhver breytir lykli, að þá skilar í skjalinu og það skjali kemur aftur, þá kemur breytingin ekki inn af því að lykillinn ritvarinn. Uppruni fjárhags upphæða. Þetta efnahagslyklarnir eru notaðir í fjárhagsáætlun. Þá hægt að keyra stöðuna á þeim inn í áætlunina og nota mismunandi uppruna. Fjárhagsáætlunina, fjárhaginn eða uppgjörskerfið. Og eiginfjárreikningurinn settur hér inn og dagsetningsstöðu fjárhags þarf aðeins að fylla út ef uppruni staða fjárhags. Og afrúnun upphæða, þá þetta í 1000 króna eða 0 ef það væri ekkert. Þá þessi uppsetning komin.
Svo rúllum við hérna hratt yfir restina. Þá erum við með, þetta er útlitið á rekstrarreikningunum. Fyrir minni yfirlitslínur, þá erum við búin að hérna taka útsvarið saman og það byggist á þessum rammalykli 0010. Við skoðum rammalíklana aðeins betur á eftir hvernig uppbyggingin á þeim er og jöfnunarsjóðurinn. Þarna ef að væri hægt að gera fleiri eða ítarlegri útlit. Og þetta er dæmi um uppsetningun á efnahag. Uppsetningin getur verið mismunandi á reiknireglunum. Við borum okkur hérna niður og ítarlegt og sjáum við betur hvað er þá verið að sækja. Áætlun efnahags sækir upphæðir úr efnahagslykla og fjárhagsáætlunar eftir afmörkun á fjárhagslykla í reiknisetunni og svo er þetta ítarlegri útlistanir á því. Þetta er eitthvað sem það þarf ekki að gera strax, ekki fyrir rekstrarreikningin. Svo erum við með málaflokka uppsetningu sem að birtist á yfirlitsmyndun. Uppsetningin á því. Að lokum rammalyklar. Þá erum við hérna með til dæmis fyrir jöfnunarsjóðinn rammalykil 0190, hann byggist á uppgjörslyklinum. Þeir eru staðlaðir allstaðar eins og svo á bakvið á uppgjörslykilin eru þessir fjárhagslyklar. Það er líka að fara hérna til færsluleit og sjá, ef við erum hérna í línunni jöfnunarsjóður, hvaða uppgjörslykil er á bakvið og svo hvaða bókhalslyklar er á bakvið. Og sjá, þeir eru náttúrulega töluvert fleiri. Og einhverjar breytingar hafa orðið, bæst við lyklar að þá uppfæra uppgjörs- og bókhalslykla afmörkun með þessari aðgerð, að þá sækir hún og kemur með nýja lykla. Þá erum við búin að hlaupa yfir uppsetninguna og þá vindum við okkur hérna í rammaáætlunina. Fyrsta skrefið er að stofna grunnáætlun. Þá er bara að búa til heiti. Hér er það 2016 bandstrikk 01 og grunnáætlun fyrir 2016. Og við ætlum að byggja það á fjárhagsáætlun 2015 viðauka áætluninni, þess að bara nýjustu áætluninni sem er í gangi þá viðkomandi ár. Og svo hefur við búin að stofna þessa línu og hvaða áætlun við ætlum að nota. Þá fyrir við aðgerðir, gera rammaáætlun út frá fjárhagsáætlun. Þetta tekur smástund, ekki langa, en ég ætla ekki að svona var búið að stofna þetta áður. Og þá koma tölurnar inn sem voru í fjárhagsáætlun sem að valin er til grundvallar. Og svo þá eigum við bara þessa grunnáætlun og svo er hægt að búa til bara alls konar sviðsmyndir, alveg nokkrar þess vegna. Og hérna er ég með á fyrstu og hún er byggð á grunnrammaáætlun 2016-0, þessari grunnáætlun sem er fyrst búin til. Og það er eins að þá er það að keyra hana, að gera rammaáætlun út frá fjárhagsáætlun, þá tekur hún þessa. Og þegar við erum komin hérna síðan í hana, þá fyrir við að leika okkur með hana og notum þá forsendur rammaáætlunar. Og hér er komið með nokkra forsendur inn.
og hér í fremsta dálki er framkvæmdaröð og 0, lægsta númerið, en svo ef það kemur hærra númer þá getur það yfirskrifa allt. Ég kem aðeins betur inn á það eftir. Að hér í þessari fyrstu línu erum við að segja hækkum allt 3%, bara á línuna. Næsta lína er á útsvarstekjur hækki 6%, en eigi að lækka 10 milljónir frá því sem áður var, en restin hækkar 6%. Að þá breytist það, ekki þá 3% lengur, en það eru bara útsvarstekjur sem breytast. Laun og launatengt gjöld, hér erum við að segja á málaflokk 04, að við erum með 04 á stjörnu hér í deildarafmörkun, er hækkun 7% og á málaflokk 02 6%. Breyting lífeyrisskuldbindinga 4,5 og svo framvegis. Ef við myndum setja hér inn nýja línu, 27, gera hérna 10, að þá að þetta er nýjasta línan, að þá myndi hún yfirskrifa allt sem undan er og hækka bara allt 10%. Svo ef við myndum alltaf hækka allt meira, nema hann sem við erum búin að taka fram sérstakar hækkanir, þá myndum við hækka það hér, bara í fyrstu línunni. Og hækkum þetta í, bara 10%. Og þegar það er búið þá þarf að uppreikna með forsendur svo að skili sér inn í áætlunina. Þá erum við komið með þetta og þá til að sjá einhverjar tölur út úr þessu, þá fyrir við henni í málaflokkur deild uppbygging og fyrst þegar maður kemur inn þá myndi þetta vera aukt. Þá þarf að fara í velja samantektir og stofna hérna auðkenni og einhverja góða lýsingu. Hér er ég bara með grunnáætlunina og þessa fyrstu sviðsmynd til að bera saman og þegar það er hak hér í valið að það merkir að dálkarnir birtast. Ef ekki væri hak þá myndi hann ekki koma og svo í hvaða röð þeir koma 1 og 2, sem sagt hérna áætlun 1 kemur á undan og svo 2. Og svo þurfum við að velja hérna hvar við sækjum þetta. Við notum hérna F4 til að fara niður í valið hérna. Og með örfunum þetta flakka á milli. Og svo auðkenni uppruna. Að þá er þetta rammaáætlunin. Fyrsta sviðsmynd og svo hér grunnáætlunin. Þegar það er komið þá þarf að fara í að uppfæra. Ef að tölur sjá það skilir sér ekki réttar inn, þá getur verið að það hefur glemst að uppfæra. Og þegar það er búið að velja þessar samantektir, þá koma þær hér upp. Og þá getum við farið hér í rekstrarreikning. Vel aðeins afsakið bakka. Hér getum við líka afmarkað okkur við hérna rammalykla. Kannski við veljum hérna bara 1000 launin og stækka allt, af hérna erum við bara með heildartölurnar, stækka allt, þá sjáum við hér niður á hverja deild. En þetta er þá semst afmörkun á rammalykli sem er hér. Og hér er hægt að bæta þá við hérna mismun á upphæð eða upphæð á prósentum.
Svo við förum hér í rekstrarreikning. Þá erum við komin hérna með 4 dálka. Það eru þessi grunnáætlun, fyrsta sýnin og hér inni er ég með áætlunina 2015 og rauntölur 2015. Og til að velja þetta inn er svipað á áðan að velja samantektir og stofna hvað við viljum sjá. Eins og hér er upprunnin áætlun, ekki rammaáætlun, þá er þetta fjárhagsáætlunin og þessi hérna áætlun, staðan. Þá erum við að velja hérna bara stöðuna á árinu þessu ári og svo uppfæra og í lagi þá eru þær komnar hér inn. Og hér er líka hægt þá að vera með mismunin og víddarafmörkun. Gætum við tekið hérna verið bara með fræðslumál. Þá erum við komið með niður á fræðslumálin. Og þetta er hægt að flytja í Excel og opna. Segjum svo þegar við erum að skoða þetta þá hérna viljum við breyta eitthvað, þá getum við verið hér og fara í forsendurnar fyrir hérna sviðsmyndina í lagi og hérna vorum við nú eitthvað að hækkun á við aðeins að taka afmörkunina af. Minnka þetta hérna. Við sjáum bara hérna hreinlætismálin 26.343. Við ætlum að aðeins að breyta sorpgjaldinu. Hækkum það hérna bara 7% og uppreikna. Sjáðu, þá breytist talan bara hér. Við breytum bara forsendunum fyrir sorpgjaldið og þá breytist það. Hér undir aðgerðum þá erum við líka með hérna rekstrarreikningsyfirlit. Þá er þetta yfirlit niður á hvert fyrirtæki, þannig að A og B hluta og svo niður á hvert sjóð. Og raun áætlunarfærslur. Hér er færsluleit. Eins og sé, þá getið líka verið með síðan fleiri sviðsmyndir, svartsýnisspá, bjartsýnisspá og getið haft alltaf 5 dálkum hér til samanburðar og það er þá bara valið með að velja samantektir. Nú þegar við erum komið með einhverja hérna rammaáætlun sem við erum bara sátt við og þá er komið að því að stofna fjárhagsáætlun út frá rammaáætlunni. Þá erum við með þá rammaáætlun valda og aðgerðir og gera fjárhagsáætlun út frá rammaáætlun. Þá eru þessum hérna skrefum í rammaáætlunagerðinni lokið og næsta skref er þá síðan vinnubækur og það verður farið í það á öðru námskeiði. Já, ég ætlaði aðeins að
bara á þessum lykli F4 að hann í raun allstar þar sem svona flettiklukki þá flýtilegin F4 og svo bara hægt að skrolla með örfunum upp og niður eða til að breyta. Já, notaði með þessar glærur ekkert en þetta bara það sem hafa farið í uppsetninguna, rammaáætlunin, forsendur og svo rekstrarreikningurinn og flýtilykillinn að þá held ég að þetta sé bara komið hjá okkur og ef einhverjar spurningar vakna þá bara endilega hafið þið samband og getið sendt á sveitatvæs.is helpdeskið okkar eða mig og svo er þjónustuborðið opið frá 8 til 4, síminn 545 3210 og bara þakka ég fyrir.